Það finnur mjög svo öruggur sigur hjá þínum drengjum í Orgahöllinni í kvöld. Þú lítur að vera sáttur eftir svona frammistöðu? Jú, bara svona eftir liðlega varnarleiki fyrsta leikur að náðum að herra vörnina og gera sérstaklega vel frákastalega allan leikinn. Þannig að svona náðum að halda svo Ívanni ansið mikið niðri. Það losnaði hana Basíl hana lok fyrsta leikluta og aðeins í held ég hérna í þriðja en aðra lutinni ætlum við svona að takla þeirra bestu menn vel. Nú liðið 6-0 en við skeikar ekki Vistu á 6 leikja sigurgöngu núna. Eru mjög hratt að ná vopnum ykkar tilbaka. Þú hlýtur að vera kátur með þetta gengi. Já, ég klála. Við vorum náttúrulega ekki þáttakendur í fyrir hluta mótsins og við erum búin að bara tala um það eru allir leikir úrslitakeppnisleikir núna. Og það er svona berjast fyrir lífið sinni í öllu og reyna að komast þess átt upp og við getum töpunum. Leiðilegt í svona leik sem leiðilegsta regla körfuboltans er þessi innbyrðis staða dæmi sem að hafa svolítið áraðan leik og við vorum þó sann að vinna okkur með 9 fyrir leikum og við þurftum að vinna með 10 en að auðvitað var þetta bara þyngt sko. Með þessum sigri farið upp í 4. sæti í deildina þegar KR tapaði í kvöld. Það lítur að vera svona ekstra gaman að ná að komast upp fyrir erkifjendurnar svona með þessum sigri. Nei, ekki þannig. Bara gaman að vera komin upp í 4. sæti. Við eigum 4 mjög erfiða eftir. Við erum að fara að spila móti, við eigum 2 bestu liðin landsins, Þórhólsson og Keflavík eftir á útivöllum og Haukarnir er ná vopnum sínum og endur svo mjög erfiðan leikina heima móti Grindavík. Þannig að við þóttum sem í 4. sæti núna að getum margt gert í síðustu 4 leikjum. Þannig að við verðum bara að halda áfram að trýta hvern einasta leik svo síðustleikina. Farið í næsta leik á móti mjög sterku og mjög hröðu liði Þorlákshafnar. Við hverjum að búast, hvað þurfa þínir drengir að gera til að ná í halda sigurgöngun áfram? Við þurfum bara að reyna að halda á fókusin og koma upp planarinn að eiga við og við verðum fegnir að fá Trungalis aftur inn og skilst þér að við tapað í hörkuleika á króknum í dag þannig að ég hljóta að koma svolítið ákveðnir til leiks en við bara förum í þenn leik og reynum að leggja okkur fram og gera okkur besta og reyna að finna leiði til að klára fram á sigur og reyna frekar að horfa upp á við heldur niður. Alveg í lokin, hvernig heldur það svona, nú hefur þetta kannski ekki séð aukna leiki álag en hvernig heldur það svona pása og svona allt í einu margir leikir, einhverjum 6 umferðir og 2 vikur, hvernig á þetta eftir að fara hún í mannskapinn? Þetta er náttúrulega búin að vera þessi taktur í vetur sko, þetta er náttúrulega við náum að spila 1 leikinn í október og svo kemur löng pása og svo spilum við hana fullt af leikjum í stundtíma og fyrir með aðstíkarlega og svo aftur fullt af leikjum í stundtíma þannig að þetta er svo sem svona eiginlega 4. starti á mótinu. Ég held að það var ekki þægilegt að fara inn í þetta og þess að hafa eftir eitthvað að viti en við þurfum bara að höldum áfram og reynum að hugsa vel okkur milli leikja og tökum eitt leik í einu, gamla prísin. Frábært, takk.